Liður 8. Skuggakosningar. Með málið fer Thelma Ósk Þórhallsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ungmennaráðs og aðrir gestir. Það er réttur barna og ungmenna að hafa tækifæri og hvata til að móta sér skoðanir í lífinu. Og sem barnvænt sveitafélag er Akureyrarbær í sífellu að vinna með barnasáttmálann og þau gildi. Því leggjum við í ungmennaráði til að Akureyrarbær sem næstu skref í vegferð þeirra sem barnvænt sveitafélag styðji enn frekar við skoðanamótun barna og ungmenna og ýti undir lýðræðislega þátttöku þeirra með því að standa fyrir skuggakosningum líkt og eitt sem tíðkaðist meira og tíðkast stundum í einstaka framhaldsskólum, þá oftast að frumkvæði nemendafélaga og bjóði nemendum á unglingastigi grunnskóla og upp úr að taka þátt í slíkri kosningu í sveitastjórnar, alþingis og forstakosningum. Með skuggakosningum er verið að hvetja börn og ungmenni til að mynda sér skoðun, kynna sér nýjar hugmyndir og hugmyndafræðum og nýta sinn kosningarétt. Með þessu þjálfast börn og ungmenni í lýðræðislegri kosningaþátttöku og að auki er mikið svigrúm til að vinna enn fremur með stjórnmálafræði, íslenskt lýðræði og lýðræði almennt. Kynningaframbjóðendum þyrfti að fara fram á hlutlausan og barnvænan hátt svo börn geti lært og kynnt sér málin á þann hátt sem henta þeirra aldurshópi. Við leggjum því til að Akureyrarbær gerir ráð fyrir kostnaði til dæmis á kjörgögnum og kynningarefni fyrir skuggakosningar í næstu fjárhagsáætlun og vinni með ungmennaráði að nánari útfærslum og hvetji þannig til lýðræðislega þátttöku í samfélaginu. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk lokið máli sínu og upp í pontu stígur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Fundarstjóri og ungmennaráð, ég þakka Thelmu fyrir þessar góðu umræðu og ég finnst hún mjög áhugaverð því að við þekkjum öll þá umræðu að það sé minnkandi áhugi á kosningum og sem að sé ógn við lýðræðið og besta leiðin væntanlega til að bæta úr því er að ýta undir að börn og ungmenni fylgist með umræðunni og myndi sér skoðanir og ég held að þetta sé mjög góð leið til þess ef að við gerum eins og þú segir sérstaklega að passa að kynningin sé sanngjörn og hlutlæg og við hæfi viðkomandi aldursflokks ef við getum sagt þannig. Ég reyndar væri alveg líka til að ræða lækkun á kosningaaldri því að mér finnst mjög skemmtileg umræðan og sögulega tengingin við hvers vegna konur höfðu ekki kosningarétt í gegnum aldirnar að sennilega því að þær hefðu bara ekkert vit á þessu og eitthvað svona og einhverjir kynna að segja það sama ungmenni í dag en mér finnst það bara skemmtilegt að storka okkur sjálfum aðeins með svoleiðis pælingum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er opið. Þá getum við fært okkur yfir í næsta lið.